Kæru foreldrar í Árbæ, Norðlingaholti, Grafarholti og Úlfarsárdal. Verið hjartanlega velkomin á Samvinna barnanna vegna fund foreldra. Ég heiti Sigurður Sigurðsson og með mér Hildur Halldórsdóttir. Við erum starfsmenn heimilis og skóla, Landssamtaka foreldra og við höfum starfað fyrir samtökin í næstu 5 ár. Við byrjuðum með þess að sama dag sem við viljum skemmtilega til að einmitt afmælisdagur heimilis og skóla 17. september. Við viljum þakka ykkur kærlega fyrir að vera hérna í kvöld og líka ykkur sem er í streymi. Það er mjög skemmtilegt að sjá ykkur í kvöld og ég veit að margir að fylgjast með okkur á streymi. En áður en við hefjum leik þá viljum við taka fram að fundurinn er í beinu streymi og einnig tekin upp þannig að þau sem ekki heimagengtir í kvöld geta einnig fengið að taka þátt. En fyrir rúmlega 30 árum kom grasrót foreldra saman og stofnaði Landssamtök foreldra með það markmið að bæta uppeldis- og menntunarskilyrði barna og ungmenna. Virkt foreldrastarf bætir nefnilega uppeldis- og menntunarskilyrði barna og ungmenna. En áður en við dempum okkur í þetta þá ætlum ég að byrja á persónulegu nótunum. Það er komið að smá sögustund. Talaðu mannstu eftir þessum manni. Ég var í grunnskóla árið 1992 til 2002. Allir vitnisburðir sögðu að ég væri góður námsmaður en talaði og truflaði bekkjarfélaga mína helst til of mikið. Ég hafði nefnilega þann hæfileika að blaðra og vinna verkefni mín á sama tíma sem hefur heldur betur hjálpað mér í dag. En þegar ég hugsa tilbaka poppar fyrst upp svo minning hversu virk mamma mín var í öllu sem hét foreldrastarfi. Og mamma mætti á alla fundi og gerði sitt allra besta að taka sem mestan þátt. Það gerði hún fyrir mig en einnig önnur börn í skólanum. Ég man sérstaklega eftir því hversu væntum henni þótt skólan. Þegar ég var unglingur fór á stað fjölmiðlaumfjöllun hversu slæmt ástandið var í skólanum og allt var í kalda koli. Ég get sagt ykkur það, kæru foreldrar, að þetta er fyrst og eina skipti sem ég sé móður mína virkilega reiða og ég hugsa reglulega til blaðamannsins sem skrifaði greinina og fékk símtali frá henni. Svo öflugt var það símtal að hann talaði það í opinberu vettvangi nokkrum árum síðar. Móðir mín var ekki svo eina sem var ósátt við þessa fjölmiðlaumfjöllun. Foreldrar komu saman og stóðu vörð orðspor skólans með greinaskrifum, stuðningsyfirlýsingum og margt fleira. Það var nefnilega ekki alveg allt í kalda koli. Foreldrahópurinn í kringum mig og vinina unnu vel saman og ef eitthvað kom upp á, og það kom reglulega eitthvað upp á, var alltaf lögð áhersla á að leysa málin í rólegheitunum. Það getur nefnilega verið svolítið flókið að vera barn og unglingur og það er hlutur okkar fullorðna fólksins að gera okkar það allra besta, hjálpa börnunum okkar að þroskast og vaxa úr grasi. Foreldrastarf móður minnar og annarra foreldra var gefið til mín og allra barna í okkar nærumhverfi. Flestu góðu minningarna minni úr skólanum er merkilega nokk langoftast tengdar foreldrastarfi. Til dæmis Þórsmerkurferðin sem foreldrafélagið skipulagði í samvinnu við skólann í lok samræmdaprófinu í 10. bekk til þess að við höfum okkur vel eftir prófin en einnig sem verðlaun fyrir mikið álag. Ég hef fundið persónulega fyrir því hversu mikill máttur er í virku foreldrastarfi og ég átta mig á í dag hversu mikilvægt þetta starf er. Á þessari mynd má sjá mig og Hildi vera að fræða á COVID-tímum. Miklu skemmtilega að vera í sal þar sem maður sér fólk. En í heimsfaraldri mætti segja að stór hluti samfélagsins hafi lagst í dvala. Nú eftir heimsfaraldur upplifa margir, ekki bara í foreldrastarfi, heldur alls staðar í samfélaginu að það sé orðið erfiðara að hvetja fólk til þátttöku í samfélagslegri þátttöku. Á síðasta ári fórum við víðsvegar landið og ræddum við foreldra, skólafólk og sveitafélögin stöðunni í foreldrastarfi eftir COVID. Út frá þessu samtali við grasrótina var ákveðið að leggja þetta verkefni sem heitir Endurreisn foreldrastarfs á Íslandi. Þessi fundur hér í kvöld er einn liður í því verkefni. Það mætti segja hans kickstart eða kveikja á góður íslensku. Foreldrar á Íslandi hafa nefnilega náð ótrúlegum árangri saman. Margt sem okkur þykir sjálfsagt í dag var til fyrir tilstuðlan foreldra. Ég man mjög sterklega eftir því þegar ég vann í félagsmiðstöð fyrir fatlaða nemendur. Foreldrum þóttu undarlegt að þeirra unglingar bauðst ekki að vera í félagsmiðstöðinni sinna á kvöldin, rétt eins og öllum ungmenni. Eftir þrýsting og baráttu og samtakamátt foreldra náðist að loksins í gegn. Í dag frá ungmennin að vera í félagsmiðstöðinni sinna á kvöldin og það má þakka samtakamætti foreldra sem gerðu það mögulegt með baráttunni sinni. Eitt af lykilorðunum sem tengjast þessu verkefni er farsæld.
farsæld barna. Allan heim er verið að breyta áherslum og beina sviðsljósinu á farsæld sem þýðir að við horfum á heildarmyndina, hvernig barninu líður. Hér á Íslandi endurspeglast þessi þróun í farsældarlögunum sem voru samþykkt á Alþingi og verið að innleiða alstaðar í kerfinu eins og mörg ykkar hafa eflaust tekið eftir. Þessi nýja áhersla á farsæld er að beina sjónum okkar að þeim hlutum sem eru mikilvægir til að tryggja börnunum okkar farsæla barnæsku. Öflugt foreldrastarf er mikilvægur hlekkur í þessu öllu saman. Það sýnir reynslan en einnig sýna rannsóknir fram á hversu dýrmætt og jákvætt afl foreldrastarf sé fyrir börnin. Foreldrastarf bætir nefnilega samfélagið og sem betur fer eru stjórnvöld sammála okkur mikilvægi hlutverks foreldra og endurreisn foreldrastarfs rímar við áherslu nýju farsældarlaganna. Eitt af markmiðum verkefnisins er gerð farsældarsáttmála. Það er verkfæri fyrir foreldra sem koma saman í sínum skóla, árgöngum eða bekkjum og eiga samræður hvernig þau vilja tryggja farsæld barna sinna og hvernig samstarf foreldra getur stuðlað að henni. Sú vinna hefst í haust og við viljum hvetja ykkur öll að taka þátt í henni. Því fleiri foreldrar sem mæta og taka þátt í umræðinni í sínum skóla, því mun meiri árangur náð. Það hefur stundum verið sagt að eftir samkomutakmarkanir sem við byggum við í talsverðan tíma hafi fólk farið að forgangsraða fólk miðað við verkefnalistan okkar. En ég hef líka trölla trú á foreldrum. Foreldrar eru ótrúlega öflugur þjóðfélagshópur og ég hef þá trú að langmestur meirihluti þessara fólks sé bara að reyna sitt besta. Vilji bara gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að styðja, efla og stundum berjast fyrir börnunum sínum, þrátt fyrir verkefnalistan sem að tæmist aldrei. Við mannfólkið höfum borið gæfu til þess að byggja upp öflug samfélag. En það áttum við okkur á því að saman getum við gert svo miklu meira og þar eru foreldrar ekkert undanskildir. Við áttum okkur á því að við eigum sameiginlega hagsmuni og farsæld barnsins okkar hangir saman við farsæld barnanna í kring.
Fyrir mörgum snýst foreldrastarf aðeins bekkjarkvöld og vorhátíðir. En það mikill misskilningur, með allri virðingu fyrir góðum bekkjarkvöldum. Gæði foreldrastarfs verða aldrei metin í fjölda viðburða, heldur því hversu vel foreldrunum tekst að halda saman utan hópinn, utan krakkana okkar. Gæðin felast nefnilega í samstöðunni, samtalinu og samfélaginu sem við sköpum. Skemmtilegu viðburðirnir eru ramminn til þess að búa þetta til þess að styrkja böndin, okkar við hvert annað og við börnin okkar. Á skjánum má sjá hversu gríðarlegan ávinning foreldrastarfið hefur og þá sést best hversu mikilvægt það er. Betri líðan barna, betri árangur í leik og námi, samstaða og ánægja foreldra, skuldbinding til náms, bættur skólabragur, betri andi í hópnum. Með foreldrastarfinu setjum við líka mikilvægt fordæmi fyrir börnin okkar það hvernig við tölum saman, hlustum á ólík sjónarmið, ræðum málin á lýðræðislegan hátt og hvetjum til samfélagsþátttöku. Við verðum að hætta að tala foreldrastarfi niður eins og einhverja afplánun sé að ræða. Þau veitir, hver ætlar að taka að sér að vera bekkjarfulltrúi þetta árið? Einhver? Við ætlum að hætta þessu. Svarið er að við ætlum öll að taka þátt, af því að við tilheyrum öll skólum barnan okkar og við viljum að þau tilheyri skóla þar sem að þeim líður vel og þar sem að góður andi ríkir. Með það í huga þá langar mig aðeins til að virkja ykkur sem hérna sitjið að þétta aðeins hópinn og ræða aðeins saman. Við ætlum bara rétt að taka stuttar, snarpar og skemmtilegar samræður, bara kynna okkur, segja hvaða skólum við tilheyrum, hversu mörg börn eigið þið, hafið tekið þátt í foreldrastarfi, hafið þið áhuga að taka þátt í foreldrastarfi. Og fyrir ykkur í streymi, ekki fara langt, við ætlum að hafa þetta stutt og skemmtilegt. Það er opið fyrir athugasemdir, þannig að þið getið vonandi átt í samræðum þar, annars höldum við áfram eftir augnablik. Gjörðu svo vel, þið megið endilega þétta aðeins hópinn og ræða saman. Takk, gott spjall. Já, þið sem að hérna sitjið. Þið væri flottur hópur hérna. Já, trúa okkur.
Jæja, þá skulum við halda áfram. Það er gaman að sjá að þið getið aðeins tengst. Það var einhver sem sagði mér að Árbærinn væri til dæmis lengsta póstnúmer, svona landfræðilega séð. Þannig að það er kannski ágætt að hrista saman hópinn hérna. En þá höldum við áfram. Eins og Sigurður sagði frá áðan, þá eru heimili og skóli grasrótarsamtök foreldra sem hafa starfað í rétt rúm 30 ár og spruttu upp úr sameiginlegri hagsmunabaráttu foreldra fyrir ýmsum skólamálum. Unnur Halldórsdóttir, stofnandi Heimilis og skóla, sagði á 30 ára afmæli samtakanna í fyrra á sínu tíma hefði hún lýst þessu þannig að skólinn virkaði ekki eins og fjós sem að við bara sendum kálfan okkar í á þess að fá neitt fjósið að segja. Skólinn væri samfélag og þess vegna þyrftu foreldrar að fá að koma að borðinu til þess að móta skólastarfið. Á þessum tíma hafa baráttumál foreldra verið mörg, allt frá einsetnum skóla og skólamáltíðum til þess að berjast fyrir því að samráð og samstarf séu lögbundinn partur af skólastarfinu. Foreldrar hafa þurft að berjast fyrir því að fá að koma að borðinu og að á þau sé hlustað. Breytingar gerast þegar við náum samtakamættinum og vinnum öll í sömu átt. Hérna má sjá aðeins örfá dæmi þar sem að foreldrar hafa beitt sér fyrir málum sem að skiptu þau verulegu máli. Æskulýðsrannsóknir fyrir síðustu aldarmót sýndu fram á verulegt vandamál sem að íslenskt samfélag stóð frammi fyrir. Unglingadrykkju. Sjokkerandi fjöldi unglinga hellti í sig áfengi hverja helgi og það var svo komið að Íslendingar voru Evrópumeistarar í unglingadrykkju. Það er vafasamur heiður. Á þessum tímapunkti tók samfélagið sig saman og hrinti af stað sameiginlegu átaki foreldra, stjórnvalda, skóla- og frístundafólks, íþróttahreyfingarinnar og fleiri lykilaðila og tókst að snúa þessari þróun við svo eftir var tekið. Á myndunum hérna má sjá að 80% nemenda í 10. bekk höfðu einhvern tímann bragðað áfengi árið 1995 en rúmlega helmingi lægra hlutfall árið 2022. Þá höfðu 65% nemenda einhvern tímann orðið drukkin á ævinni í 10. bekk árið 1995 en 13% árið 2022. Samtakamáttur foreldra lék stórt hlutverk í þessum árangri. Foreldrar tóku sig til dæmis saman að kaupa ekki áfengi fyrir börnin sín. Leyfa ekki eftirlitslaus partí. Skipulögðu foreldraröld hverfin sín og hvöttu aðra til samveru við börnin sín á kvöldin. Foreldrar lögðust á eitt og breyttu menningunni í kringum börnin sín. Á sama tíma var unnið hörðum höndum á öðrum vígstöðum til að styðja við þessa breytingu. Til dæmis var útivistartíminn lögfestur sem var gríðarlega mikilvægt skref. Starfsemi íþróttahreyfingarinnar var stórefld og þar fram eftir götunum. En nú er komið að þessu aftur. Við þurfum að standa saman. Æskulýðsrannsóknir síðustu ára sýna aukinn kvíða og þunglyndi meðal unglinganna okkar. Blikur á lofti aukna neyslu orkudrykkja og nikótínpúða á meðan við sjáum að taumhald og samveru við foreldra fara minnkandi. Nú er verið að leggja íslenskar æskulýðsrannsóknir fyrir, bara núna þessar myndir. Og ég veit til dæmis til þess að landlæknisembættið fylgist grannt með því að blikur á lofti að aukin áfengisneysla unglinga sé aftur, áfengisneysla sé aftur farin að aukast núna. En þrátt fyrir þessar gömlu áskorunir, og forvarnir eru alltaf áskorunir, að þá eru líka nýjar áskorunir sem að Sigurður ætlar að segja okkur aðeins frá. Við verðum að hafa í huga að forvarnir eru eilífðarverkefni. Við getum ekki lagt árar í bát þó við náum góðum árangri því þá glötum við því sem hefur verið fyrir. Við verðum að passa okkur á því að gleyma okkur ekki í baráttunni. Þó við klöppum okkur að baki fyrir góðan árangur, þá verðum við að halda jafn vel utan komandi kynslóðir eins og var gert í forvarnastarfi í upphafi aldarinnar. Forvarnamál verða alltaf áskorun fyrir foreldrahópinn, en í dag hafa nýjar áskoranir bæst við. Ný tækni hefur verið áskorun fyrir börn og foreldra.
Á undanförnum árum höfum við farið víða með SAFT netöryggisverkefnið til að tala við börn og foreldra net- og miðlanotkun og allsstaðar sem við komum er sögð sama saga. Börnin kvarta yfir því að það sé ekki skýr rammi net og miðla, foreldrar kvarta yfir því að það sé erfitt að búa til ramma net og miðlanotkun barna. En það er hægt með virku samtali með því að setjast niður og búa til sameiginlega ramma reglur og gildi. Við lýsum stundum netinu sem villta vestrinu. Það ríki reglu og agaleysi og börnin séu sjálfalaðar. Reglulega birtar fréttir og sláandi tölur áreiti og veruleika barna okkar á netinu og neikvæð áhrif sem þau verða af þeim völdum. Við könnumst öll við nýjasta dæmið sem præmdrykkinir. Áhrifavaldar og markaðsöflin að hafa áhrif á börnin okkar hverjum degi og í mörgum tilfellum án þess að við gerum okkur grein fyrir því. Til dæmis til þess að börnin okkar eyði peningi eitthvað, smelli á varhugaverða hlekki eða taki undir hatri gagnvart hópum. En netið og aðrar tækniframfarir í eðli sínu jákvæðar. Þetta snýst að við verðum að undirbúa börnin okkar rétt eins og við kennum þeim umferðarreglunar, hvað þau eru að varast áður þau ganga eða hjóla einsömul í skólan í fyrsta skipti. Tæknin hefur þróast mjög hratt á stundum tíma og við erum að upplifa talsverða vaxtarverki. Ef foreldrar eru ekki á staðnum lítur áhrifaríku tækninnar nokkuð veginn svona út. Við verðum að setja ykkur inn í þessi mál og búa til ramman. Eins og þið sjáuð á þessari mynd, þá er engir foreldrar á henni. Þetta er veruleiki fjölmargra barna og unglinga í dag. Við getum búið til ramman fyrir börnin okkar. Það er í raun nauðsynlegt. Rannsóknir sýna að mörg börn og unglingar á Íslandi telja sig ekki geta leitað aðstoðar neins staðar ef við lendi einhverju á netinu og einhverju neikvæðu netinu. Það er tvímælalaust eitthvað sem við þurfum að breyta. Börn lýsa því reglulega fyrir okkur hversu óþægilegt þykir að á hverju heimili gilda mismunandi reglur. Það mætti segja að við sem að skilja börnin eftir ein í þessum stóra hluta lífs þeirra og þau verða fyrir áhrifum af misjákvæðum áhrifavöldum eða sérfræðingum, sérstaklega á TikTok. Oft hafa foreldrar komið til okkur og sagt fyrir þessi leiðilegu foreldrar sem setja reglur netið og samfélagsmiðla. Við segjum að þeir foreldrar eru ekki leiðilegu foreldrar, heldur fyrirmynda foreldrar. Það að búa til og viðhalda ramma krefst hugrekkis og seglu. Það er auðveldara að búa til ramma þegar við vinnum saman þannig að við getum búið til samfélag foreldra sem eru samstiga með þessar áskoranir. Við þurfum nefnilega ekki að standa ein með þessa áskorun. Með því að vinna saman sem foreldrahópur getum við fylgst betur með stefnum og straumum í lífi barna okkar. Kynnt okkur miðlana, leikina og alla nýju tæknina sem alltaf virðast að poppa upp í hverri viku. Samvinnan hjálpar okkur að sýna staðfestu þegar kemur að því að fylgja aldurstakmörkunum, leysa erfið mál sem kom upp á milli barna okkar á netinu og hjálpa þeim að fá aðstoð til að fóta sig í þessu nýja veruleika. Það er okkar að búa til sameiginlegar reglur. Foreldrar gegna hér lykilhlutverki. Við ætlum að taka aðra svona 3 mínútur og snúa ykkur að næstu mannesku og það væri geggjað ef við snúum ykkur annarri mannesku ekki aðan. Og ræðið hvaða nýjar áskoranir eru þann úti sem við þurfum að bregðast við og hvernig getur foreldrar unnið saman að því að finna lausnir. Og tíminn byrjar núna. Þið megi líka alveg, takk. En fyrir streymið þá megi endilega komið komment ef að þið hafi eitthvað að segja og leggja í umræðina.
Glæsilegt, við ætlum að halda áfram, en áður en við höldum áfram, það var Já, þið fáið heldur betur tækifæri eftir, sko, til að ræða. En getur einhver komið dæmi? Vill einhver tjá sig um hvað við vorum að tala um? Ég heyrði nokkuð góð dæmi, eins og miðlanótkunnina, klámið, einhver sem vill segja frá? Við vorum að tala um YouTube. YouTube, heldur betur, það er stór áskorun. Reyna að hafa stjórn á YouTube, það er alveg sannarlega áskorun. TikTok, það er líka stór áskorun. Líka bara að fara, það er svo auðveld leið að fara beint í skjáinn og lætur, þú kannt ekki að láta þig leiðast og finna út einhver öðru til að gera og þetta er alltaf eitthvað sem býður bara eftir þér Einmitt. og krefst engrar Það er nefnilega verið að tala um það, við þurfum að hugsunar eða samvinnu eða neinasta bara Einmitt, og við fullorðna fólki þurfum líka að hugsa kannski svona líka, við þurfum að læra kannski að leiðast saman, börn og fullorðnum, og það er bara mjög góða punktur. Já, finna sér eitthvað skemmtilega leik, frjálsi leikur, hvað er hann? Hvað er frjálsi leikurinn? Í leikskólanum, já, þannig í leikskólanum. En við vorum að tala um áskorunum, nú ætlar Hildur að tala um lausnirnar. Engin pressa. Einmitt, það var mjög góði punktar. Já, Skjárinn og allt þetta. já, Við vorum vinahóp, eða foreldrar vinahóp sem vorum með símalausa þriðjudaga. já, Og það sem við klikkuðum á kannski er hvaða úrræði er þegar þú ert ekki með gemsan. já, Af því að þeir voru sóttir æfingu en þeir sá ekki þann sem var að sækja. Þannig að þeir tóku upp að labba frá Glæsibæði þar já. yfir í Grárvogin. Af því að afi eins þeirra átti heima rétt hjá. En þú veist, Ég skil. frændi eins þeirra átti að hann að bakar í sömu götu. En engu þeirra dætti við að fá að hringja. Nei, einmitt, einmitt. Já, það var hressandi örugglega. Já, einmitt. Það þarf að athuga hvað kemur þá. Akkurat. Hvað skal gera ég? Einmitt. Já, akkurat. En þá heldum við áfram. Eins og við ræddum að þá er ekkert barn eyland, heldur við hluti af samfélagi barnanna í hverfinu. Öll börn vilja tilheyra samfélagi sem að virkar. Það sem að góður andi ríkir. Það sem að einelti þrífst ekki og þau fá að blómstra eins og þau eru. Og þetta er eitthvað sem að við viljum fyrir þau líka. Þannig að við verðum að leggja okkar af mörkum til þess að menningin í þeirra samfélagi sé góð. Það þýðir að við foreldrarnir þurfum að tala meira saman hlutina. Eins og Sigurður sagði áðan, þá líður börnum ekki vel með mismunandi reglur á mismunandi stöðum. Það skapar ákveðna spennustöðu. Að því leytinu til eru símalausi þriðjudagar mjög fín hugmynd sem ég taki ykkur saman með. En samfélag með mismunandi reglum fyrir mismunandi hópa er ruglandi og ósanngjarnt. Ef aðrar umferðarreglur giltu mig og Sigurð og aðrar þig og aðrar þig, þá er bara nokkuð víst að við verðum öll frekar óörugg og örg. Þannig að við þurfum að tala meira saman og við þurfum að stilla saman strengi. Það sem við getum rætt eru til dæmis afmælisboð, skjátími, samfélagsmiðlar, tölvuleikir, samskipti, aldursviðmið, útivistartími sem ég minna á að er lögbundin og margt fleira. Pössum okkur bara að ræða málefnin, ekki hjóla í manneskjuna. Tölum vel hina foreldrana, kennarana, skólan, frístundaheimilið og foreldrastarfið. Við vitum að foreldrahópurinn er mjög misleitur en við skulum líta á það sem styrkleika hópsins, hvað við komum með ólík sjónarmið inn í umræðina. Í þessum umræðum erum við ekki að setja neitt á háan hest eða dæma Jón og Gunnu fyrir að ala ekki börnin sín eins og við viljum ala upp okkar börn. Við erum nefnilega samherjar í kringum börnin okkar. Og ég get nefnt ykkur dæmi. Í árgangi elsta barnsins míns að þá kom foreldrahópurinn sér saman reglur varðandi afmælisboð. Foreldrar þeirra barna sem eiga afmæli á svipuðum árstíma taka sér saman og halda afmælisboð og öllum í bekknum er boðið. Afmælin er yfirleitt með svipuðu sniði og foreldrarnir deila kostnaði. Við miðum við að afmælisgjafirnar séu 500 krónur sem er sama upphæð og var þegar ég var krakki í skóla. Þetta er eitthvað sem við ákváðum til þess að reyna að halda kostnaði við afmæli í lágmarki. Þannig að það var ekki hindrun fyrir því að einhverjir krakkar og einhver heimili gæti tekið þátt.
með þessu móti þá finnst okkur við vera búin að tryggja ákveðin jöfnuð í afmælum barnanna okkar og það var aldrei komið upp leiðindi varðandi það hvað þessi gaf hinum eða að afmæli hjá þessum hafi verið flottari hjá þessum eða hverjum var boðið og svo framvegis. Fyrir mér er þetta dæmi foreldrasamstarf þar sem allir græða. Stundum virkar þetta auðvitað ekki svona og það er ekkert allir á eitt sáttir eða sammála hvernig skuli haga hlutunum. Það verður bara svo að vera. Það er þannig í samfélaginu okkar. En meiri hlutinn skapar menninguna og ræður svolítið norminu. Þannig að ef að meiri hluti foreldrahóps er sammála einhverja reglur eða viðmið, að þá hefur það teljandi áhrif á allan hópinn. Oft heyrum við til dæmis af vandræðum sem að uppkoma á samfélagsmiðlum, kannski á bekkjarspjallinu og Snapchat. En ef að 80% foreldra í bekk ákveði til dæmis að leyfa ekki Snapchat í síma barnanna sinna, gerist það sjálfu sér að samanburður og leiðindi á bekkjarspjallinu. Þegar við vinnum að velferð barnsins okkar í samstarfi við hina foreldrana, vinnum við í raun að velferð allra barnanna í hópnum. Ég sagði áðan að ég héldi að langflestir foreldrar væri að gera sitt besta, en við vitum það líka að aðstæður fólks eru mjög misjafnar og fólk er bara vel í stakk búið til þess að takast á við uppeldishlutverk sitt af alls konar ástæðum. Þannig að það sem við gerum í foreldrastarfinu getur skipt sköpum fyrir þau börn og þau heimili sem að búa ekki við þær aðstæður, það öryggi eða þann ramma sem þau ættu að gera. Svo má heldur ekki gleyma því að í íslensku samfélagi er sístækkandi hópur fólks sem hefur ekki íslensku að móðurmáli og bara það, tungumálið, getur verið risastór hindrun fyrir því að taka þátt í foreldrastarfi. Við þurfum því að taka sérstaklega utan þennan hóp, bjóða þau velkomin inn í foreldrahópinn og inn í foreldrastarfið, kynna fyrir þeim hvernig við gerum hlutina heima. Við höfum öll heyrt þetta, að það þurfi heilt þorp til þess að ala upp barn. Verum þetta þorp. Foreldrahópurinn í kringum bekkinn, í kringum deildina eða árganginn, eða bara skólan allan. Skiptum okkur af ef við sjáum að einhverjum líður illa. Tilkynnum þegar við heyrum aðstæður sem ekkert barn ætti að þurfa að upplifa og verum með í að skapa þessa menningu sem að við viljum að okkar barn alist upp í. En hvernig búum við til þetta þorp fyrir börnin okkar? Hvernig breytum við menningu í barnahóp? Hvernig breytum við menningu í hóp foreldra? Þetta eru mjög stóra spurningar. Ég sagði ykkur að ég á 3 börn undir 10 ára, þannig að ég skil alla sem að hugsa núna og hvernig á ég að koma þessu fyrir inn á milli vinnu og æfingaskvölds og húsverka og heimalesturs og píanótíma og þau veitir, kannski kannast við þetta. En málið er að þessi menning sem ég er að tala hún liggur einmitt í þessum hversdagsleika. Hún kemur fram í samskiptum barnanna okkar, á skólalóðinni, hverjum er boðið í afmæli, samskiptin á bekkjarspjallinu, hvað tölvuleikjum eða samfélagsmiðlum krakkarnir eru á og svo framvegis og svo framvegis. Þetta eru nú þegar hlutir sem við erum að takast á við á hverjum degi. Svo að við ætlum að skapa nýjan samfélagslegan sáttmála, farsældarsáttmála. Mörg ykkar þekkja kannski foreldrasáttmálan sem við sjáum dæmi hér. Netsáttmálan eða læsisáttmálan sem að Heimili og skóli hafa gefið út í mörg ár. Við ætlum að byggja á þessum gamla og góða grunni en reynslan hefur sýnt okkur að svona verkfæri eru mjög hjálpleg til þess að hefja umræðuna í foreldrahópnum hvernig við ætlum að halda utan hópinn. Hér eru dæmi úr foreldrasáttmálanum. Að standa við lögboðinn útvistatíma. Vera vakandi fyrir einelti og láta vita ef við komumst á snoðruna. Að byggja upp sjálfstraust og virðingu hjá barninu og kenna því að sýna öðrum börnum og starfsfólki skólans tillitssemi og virðingu. Að ræða við unglinginn netnotkun og samskipti á netinu og setja reglur notkun.
að kaupa ekki tóbak, áfengi eða önnur vímuefni fyrir unglingana. Þetta eru frekar almenn atriði og svona einföld, en leið og við höfum hafið samræðuna og getum komið okkur saman svona almenn atriði, þá erum við strax farin að hafa jákvæð áhrif á allan hópinn. Farsældarsáttmálinn á að endurspegla þessa nýju nálgun sem að við sem samfélag vinnum að. Fókusun á vellíðan og farsæld allra barna, að öll börn fá pláss til þess að blómstra. Í sáttmálanum eiga að vera nokkur grundvallar atriði sem foreldrar geta rætt sín á milli og komið sér saman bætt við eða þeir vilja og skrifa svo undir bara til að formgera þetta samtal sem hefur átt sér stað á milli foreldrana. Þannig leggjum við línurnar fyrir þau uppeldislegu gildi sem að við viljum að þorpið okkar hafi í hávegum og hefur þannig áhrif á öll börn í hópnum. Líka þau sem eiga foreldrana sem hafa ekki tök á því að taka þátt. Ávinningurinn af þessu ekki bara þessi ávinningur af jákvæðu áhrif að virka foreldrastarfi, betri líðan, betri árangur, bættur skólabragur og svo framvegis, heldur styður þetta okkur líka í uppeldinu okkar eigin börnum. Þegar ég búin að eiga samtalið við hina foreldrana í bekknum að við ætlum að virða útivistarreglurnar eða aldursviðmiðin fyrir Fortnite, sem stóra málið á mínu heimili þessa dagana, þá einfaldar þetta svo mikið fyrir mig að segja, nei, elskan, við foreldrarnir höfum bara rætt þetta og svona verður þetta. Þá fáum við heldur ekki, það mega þetta allir nema ég. Ég heyri þetta alltaf á stundum. Því ég bara búin að ræða þetta við hina foreldrarna og ég veit hvernig staðan Foreldrastarfið setur þannig ramman utan þorpið okkar, en sáttmálinn verkfæri sem við notum til þess að hefja þessar samræður. Og þetta verkfæri verður að vera gott. Við þurfum að vanda til verka og við viljum vanda til verka. Svona sáttmáli verður ekki til í tómarúmi eða á einhverju skrifstofu út í bæ, heldur í samtali og samræðum við ykkur, við foreldra. Í haust munum við fara af stað með vinnustofur, með foreldrum í skólum allt land til þess að innleiða farsældarsáttmálann og mig langar til að biðja ykkur öll sem að hérna sitjið og ykkur sem í streymi að taka þátt í þessari vinnu. Mig langar til að nýta tækifærið og biðja ykkur, kæru foreldrar og aðrir fundargestir, hjálp. Við leggjum mikinn metnað í að vinna farsældarsáttmálann eins vel og auðið og ykkar skoðanir eru ómetanlegar í þessari vinnu. Mig langar því til að biðja ykkur að íhuga hvaða atriði það eru sem að ykkur finnst að ættu nauðsynlega heima á svona farsældarsáttmála. Það mega vera kveikjur af umræðuefni, reglur, viðmið, gildi eða hvað eina sem að ykkur finnst að eigi heima á svona sáttmála. Við ætlum að taka nokkra mínútur þar sem að þið getið kastað hugmyndum á milli ykkar, svo ætla ég að biðja ykkur að grípa símana sem ég veit með í vasanum, slá inn hérna QR-kóðan eða fara bara beint inn á linkinn, mátt hafa hann sko, og senda inn þau atriði sem að brenna á ykkur. Ykkar skoðanir eru það sem að við byggjum þetta allt á. Þannig að við ætlum að taka 2 mínútur núna í að kasta hugmyndum á milli og senda inn. Fyrir ykkur sem eru í streymi þá hvet ég ykkur líka til að taka þátt til þess að senda inn ykkar athugasemdir, hugmyndir, hvað eina sem að brennir á ykkur, sem að ykkur finnst að ætti að koma fram á farsældarsáttmálanum. Við tökum aftur bara 2 mínútur og höldum svo áfram og þá ætlar Sigurður að leiða okkur í lokakaflann. Ég heyri það að þeir eru ekki alveg sammála þetta að kaupa ekki vímuefni fyrir. Ég hef heyrt sögur.
Ef við komum þetta aðstoð með tæknina þá getum við alveg hjálpað. Jæja, þá fyrir við alveg að halda áfram. Ég vil hvetja ykkur endilega til þess að senda inn það sem að þið hafi verið að ræða. Það var ein kona í Hafnarfirði á svona fundi sem kom með mjög góðan punkt, sko. Hún sagði, ég get ekki hugsað svona hratt. Þannig að hún tók sko mynd af QR-kóðanum og ætlaði svo að fara heim upp í sófa og senda rosa mikið. Mæli með því líka. Ekki þennan link, ekki þennan QR-kóða. Þannig að ég mæli með að taka mynd á honum. En hann verður lifandi eftir samt umræðuna og eftir fundin, þannig að þið getið áfram sent inn á þetta. Opna formið, já, og gera heima, nákvæmlega. Jæja, þá förum við í lokakaflann með Sigurði. Bara takk kærlega fyrir að aðstoða okkur með þetta. Núna, þetta er síðasti fundurinn í Reykjavík og við höfum núna fengið hátt yfir 400 svör sem er ótrúlega verðmætt í þessari vinnu sem er framöndan og að fá virkilega skoðun foreldra en ekki bara á einhverju skrifstofu úti í bæ. Og þetta rímar margt saman eins og skjátími, aldurstakmörk, tölvuleikir, svefntími. Ég er ekki að hanga í símanum, ég er með þetta hérna. Virða útivistartíma, virkþáttaka foreldra í foreldrastarfi og ótrúlega frábæri hlutir hérna. Afmælin, virða aldurstakmörk, jákvæð samskipti við aðra foreldra. Þetta er frábært, takk kærlega fyrir. Og við minnum á að þessi linkur verður opinn ennþá eftir fundin. En eins og þið hafa heyrt hérna í kvöld, þá er þetta hægt. Ennþá dag í dag er ég stoppar út á götu að fyrir skólafélögum mínum og mér þakka fyrir það sem móðir mín gerði. Starfi móður mín að hjálpa nefnilega ekki bara mér og minni farsæld, heldur líka öðrum börnum. En sérstaklega þeim sem áttu ekki eins gott bakland og ég. Með því að taka virkan þátt í foreldrastarfi erum við að gefa öllum börnunum í þorpinu okkar gjöf. Foreldrar á Íslandi hafa áður sýnt ótrúlegan samtakanátt og náð miklum árangri. Það er hægt aftur. Við erum að fara í ferðalag, börn, foreldrar, skólafólk, öll saman. Við erum að fara í ferðalag sem skila sér miklu fyrir börnin okkar. Það mun skila sér í betri líðan barna, betri árangri, betra samfélagi. Við höfum fulla trú á því að við getum þetta. Við erum nefnilega ekki að fara ótrúlega slóður. Við erum ekki að finna upp einhverju nýju. Fyrri kynslóðir byggu til leiðina fyrir okkur. Það er okkar að fetana. Þetta ferðalag er nauðsynlegt barnun okkar vegna. Í haust munum við halda áfram. Ég veit að við viljum öll börnunum í samfélaginu okkar það besta. Hvort sem að við erum foreldrar, systkini, frændfólk, ömmur og afar, skólafólk eða fræðifólk. Það snýst þetta allt börnin. Í haust erum við að fara að búa til nýja menningu með því að ræða það hvað viljum hafa í okkar farsældarsáttmála.
Ef við vinnum saman, þá getum við gert það að verkum að sem flestir foreldrar mæta á fundin í haust og eiga þetta samtal hvernig við tryggjum farsæld barna. Við getum líka byrjað strax. Á heimasíðunni okkar er mikið af efni sem getur hjálpað ykkur í foreldrasamstarfinu. Bæði efni frá okkur og öðrum sem við teljum geta nýst mjög vel. Svo stofnuðum við einnig eftir áskorun frá foreldrum í Reykjavík Facebook-grúpu sem heitir Áhuga fólk um foreldrastarf í skólum og ef við stimplið inn QR-kóðan hérna þá farið inn á svona linktree heitir það eða smellitré, skyndiþýðing og getur farið inn á allar heimasíðun okkar, fundið grúppuna og við hvetjum ykkur að ganga í hana. Þessi grúpa var einmitt stofnuð eftir áskorun foreldra hérna í Reykjavík og svo vil skemmtilega segja frá því að samkvæmt foreldrarannsóknum að Facebook-hópar eru bara vinsælir á Íslandi, ekki neins staðar annars staðar í heiminum, sem er mjög áhugavert. En við notum það sem við viljum. Við erum Facebook-þjóð. Við þökkum kærlega fyrir okkur. Að lokum eru einhverjar spurningar, annarkvort í salnum eða í streymi. Já. Já. Við eigum að leggja mörk og allt þetta, en af hverju er skólinn ekki settur þarna með líka? Bendir á mig? Já, þú veist maður gott sann þessu. Nú er ég bara að velta fyrir mig þegar ég sem skólaíkaráðandi, Já. það er búið að vera rosa mikil umræða símalausan skóla, þar sem að, hluta foreldrar með hlynntur, Já. en aðrir ekki eins hlynntur. Og af hverju er skólinn að nýta síma barnanna niður í kannski 5. bekk? Skilju, hvernig á þetta samspil að vera? Við kannski tökum okkur ákvörðun sem foreldrar, ákveður ekki að barninu mínu að fara með síman í skólan fyrir að koma í 7. bekk. Já. En þá verður það samt í þess að barnið veit ekki af því að það er frítími, af því að það er bara, ef það er búið detta niður, skilju, tími. Já, nýtir skólinn þá, þú veist, kemur, já. Nýta svona mikla tækni, meðalega fyrir nemendur, meðan við foreldrarnir reyna að berjast eitthvað annað. Já, ég skil hvað við. Sko, þetta er alveg klárlega eitthvað sem að foreldrafélagið ætti dálítið að taka upp af því að þetta er eitthvað sem að þið foreldrarnir getið svolítið nýtt ykkur bara samstöðuna í að... Við erum algjörlega löngu búin að þessu sko. Ok. Já. Við erum löngu búin að taka spjall við, skólastjórnendur. Það sem ég er að meina er, við erum algjörlega powerless. Já, ég skil það. Og höfum ekkert að segja. Ég skil það. En það er skólinn. Já. Þetta er svo erfitt alltaf að byggja upp eitthvað, koma upp kannski einhverju hefð, þegar skólinn er svo kannski ekki endilega að vinna í sömu átt. Já, það er algjörlega rétt. Og við erum einmitt að vinna þessa fundi svolítið í samstarfi við skóla og frjálsíþróttasvið að þau vilja einmitt líka svolítið styrkja þessa foreldramenningu að þau fá að koma meira að skólunum og svona. Og það er hluti af okkar verkefni einmitt að fræða skólafólk af því að við urðum svolítið vör við það eins og við tölum svolítið í þessum fyrirlestrum að eftir COVID að þá lokuðu svolítið skólarnir sko og það hefur svolítið verið upplifun margra að skólarnir loka en þá halda foreldrum svolítið frá borðinu sko. Þannig að það sem við erum að reyna að gera með þessu verkefni er bæði að efla foreldra og foreldrasamstarf og svo líka fá skólana til þess að tengja hinum megin frá og taka foreldra meira að borðinu. Ég hef ekkert konkrétt svar fyrir þig hvernig þú getur taklað þetta vandamál. Foreldrar eiga til dæmis að hafa fulltrúa í skólaráði þar sem að svona ákvarðanir eru teknar. Það er svona hringrás sem ég er líka búin að taka, skilur. Skólastjórinn undir öllum kringumstæðum er alltaf með loka niðurstöðu hvað að gera. Já. Skilur, þannig að ég er líka búin að taka þetta og senda skólafrísundið sem sendir, já endilega þetta fyrir á skólarsfundi. Já, einmitt. Þetta er líka bara svona endalaust lúppa og það eru 38 stjórar í Reykjavík. Já. Þetta er bara ítekið alltaf svona sem dæmi þetta verður bankaútibú, bankaútibú í Garðabæ, það er bara á lögatum. Bara, ég ætla að hafa þetta eins og mér hendur það. Já, svo er ég með annað það er í bæ, en þeir eru útrúlega flex þannig að við ætlum að vera mánudag til miðvikudag. Þetta er bara, þeir með 38 stjóra í skólanum og einmitt látum drauman rætast. Þetta er útrúlega komist að það sé með menntastefnuna. En því núna er akkurat eitt af menntastefnunni að breyta öllu skólaumhverfinu í Grafarholti. Já, einmitt. Sem að fyrir ótrúlega mikið á skjön, nákvæmlega þetta sem þýr að prestar gott foreldrasamstarf. Já, einmitt. Algjörlega, og það er hluta af þessu verkefni ef við með bæklingin D-liður að fræða skólafólk mikilvægi foreldrasamstarfs. Þannig að við erum að nálgast þetta öllum, þessi fundir er að foreldrum, svo tökum við líka og það er verið að vinna í kerfinu líka. Já. Við viljum einmitt
þetta er einmitt sögurnar sem við heyrum sko. Þannig að okkur er mjög mikið í mun það að líka fræða skólastjórnendur það að þau þurfi að hlusta á raddir foreldra. Þetta er svolítið fáránlegt dæmi mitt ef foreldrar ætlar að taka sig saman að setja reglur varðandi börnin sín og svo þetta skólastjórnum eitthvað annað í hug eða skólinn vill eitthvað annað. Þetta þurfum við sem samfélag að ganga í takt. Þetta er bara mjög erfitt mál, ég sé það. Gott dæmi, farsæl hverja erum við að tala, farsæl barnanna eða farsæl starfsfólk skólans til þess að auðvelda sér hluti. Það er spurning, fyrir ekki, Ég með kannski aðeins annan vinkil. já, Ég veit að þetta hefur náttúrulega komið fram einhvers staðar áður, en það er engin vettvangur fyrir foreldra. Í skólum í Reykjavík þá er mentor. Þeir hafa gengið mjög hart fram í að túlka GDPR-reglurnar þannig að það þurfi að samþykkja að aðrir foreldrar megi senda þér tölvupóst þó að aðrir foreldrar fái samt ekki netfangið þitt eða símanúmerið þitt. Það þarf fyrir hvert og eitt einasta barn, þá þarf foreldri og þá báðir foreldrar eða allir foreldrar ef þeir eru ennþá fleiri að fara inn og heimila það að aðrir foreldrar geti haft samband við það. Þannig við sem foreldrasamfélag erum einhvern veginn, hvað hefur við að finna þessa foreldra? algjörlega. Og þetta er tvímælist, Það er rosalega magnað, sko. og þetta er tvímælist hluti af endurreisninni. Við sáum alveg þegar persónuverndarlögin 9 komu, að foreldrar lentu á rosalegum veggjum varðandi persónuverndina. En persónuverndarlögin krefjast þess ekki, þetta er oftúlkun. Það er hægt að fara rök fyrir því, sko. Það er spurning í honum. Já, kannski bara kemur á þennan punkt hérna að það er alltaf leiðir til þess að ná saman foreldrahópnum. Það er bara í þessu samfélagi sem við búum í dag. Það er þetta að finna ýmsar leiðir og ég veit að í mörgum skólum þá er bara búið að opna fyrir þetta mennt að þú getur hakað við og senda tölvupóst alla foreldra og Ég get hakað við að senda, en þeir foreldrar sem er ekki búin að haka við þessu, fá ekki póstið frá mér. ég vil segja að það er tekið í einhver foreldravittalinu að það gengi frá svona málum. Já. Við erum til dæmis staðið hjá okkur. Það er þá raunverulega að fara skólinn að labba á hvert og eitt foreldri og segja stillingarnar þínar eru svona og bjóða þær að breyta þær. Já, þetta er rauninni ekki kannski heldur það flókið sko. Þetta er bara foreldradagur og hér er foreldraviðtal sem er 15 mínútur langt og þá er mentor opinn og það er oft í foreldraviðtalinu farið yfir aðstandendalista er ekki allar upplýsingar réttar og hérna má ekki skella inn að haka hér og það er komið sko og líka með Facebook. Og þetta er tvímælist eitthvað sem er að ræða við skólann að vinna í sameiningu. En ég er sammála, þetta er kerfislæg hindrun fyrir foreldrasamstarfi sem er erfitt að eiga við. Því þau skýla sér svolítið að bak við GDPR en sem að kannski stenst ekki alveg skoðun. En ég ætla ekki að segja að ég er ekki sérfræðingur í því sko, persónuverndarlögunum. En við heyrum þetta líka. Það sem að ég ætla að þekki úr mínum skóla sko, að það er eins og Siggi segir, það er Facebook menningin sko. Að það eru bara öllum boðið í Facebook-hópinn og við erum í mjög góðu sambandi við skólan að fá upplýsingar fólk til þess að geta aðdaðið inn í Facebook-hópinn eða fá þá einstaka e-mail eða einstaka kennara sem að einstaka foreldrar segi, ef við segjum já það foreldrar þessa eru ekki inn í hópnum að þá er pikkað í þá foreldra og sagt herði vil ég ekki joina hérna inn í hópinn eða eitthvað. En þetta er einmitt samtal sem að við þurfum að eiga í bekknum við skólan af því að þeir pikka þá í þá foreldra. Þannig að ég er alveg sammála, þetta er kerfislega hindrun sko. Og takk hjálpa fyrir þessa punkta sem þú komið inn í kvöld. Þetta er góð punktur. Þetta er rosalega verðmæti punktur. Við erum líka að breyta kerfinu sko. Já, ég set beggja með yfir borðið, þannig að ég er líka kennari. Já. Þannig að mér finnst líka, þó þessi mikilvægt að hlusta raddir foreldra, að þá hlýtur samt skólinn að þurfa að standa vörð fagmennskuna sína líka. Já. Þannig að þetta er svolítið vegasalt, þrýstihópa foreldra, við sjáum bara hvað er að gerast í Bandaríkjunum. Algjörlega. Þar sem að þetta er algjörlega að koma úr böndunum og það er verið að banna bækur og setja alls konar, við þurfum bara, ég er ekki að segja að það sé að fara að gerast hér, en það er samt, já, út af því að skólinn er ekki bara að kenna barninu mínu það sem að mig langar að barnið mitt læri. Nei. Heldur er skólinn að kenna eitthvað sem að samfélagið er búin að ákveða sér mikilvægt og skólinn er jöfnunartæki fyrir alla nemendur, óháð því hvernig efnahagsstaða þeirra er. Þannig að við þurfum svolítið líka að standa vörð það. Já. En af hverju ætti skólinn sem það vera hræddur við það að foreldrar tala saman? Þeir eru oft bara ef foreldrar eru til dæmis að
þrýst á eitthvað málefni sem að, þú veist, bara til dæmis þetta símamál, þá fannst okkur mjög sérkennilegt að skólinn kæmi ekki með sín faglegu rök beint til foreldra. Já. Þeir voru að láta sín rök fara í gegnum foreldrafélagið. Já. Og mér fannst það áfærslega sérstaklega því ég sem kennari myndi alltaf vilja færa mín rök Já. því sem mér hjartast beint til foreldra. Já, Þetta er mikilvæg samræðunar og allir sé að vinna saman. Já, Það er- og tóa þessu mat. Já, streymið væri rosalega mikið til í að heyra um hvað það er að spyrja. Já, takk fyrir þá ámenningu. Já, Það er svo kósí á okkur inn í salnum og við glemdum ykkur í smástund, afsakið það. já, Það er verið að ræða hindranir sem eru ofta á tíðum í foreldra varðandi samskipti heimilis og skóla eða foreldrafélaga og skóla. Það eru bæði kerfislegar og hvað, gott orð, kerfislegar og að margir veggir í kerfinu stundum. Já, kannski ekki foreldra við skóla, þetta er foreldra við aðra foreldra. Einmitt og foreldrar af aðra foreldrar, einmitt. Og við höfum alveg heyrt sögur, sérstaklega eftir COVID, að skólastjórnendur miður sín yfir að jável bestu nágrannar geta ekki rætt málunni barna sinna hlið við hlið, sko, búa hlið við hlið og þurfa að fara í gegnum skólan. Við höfum alveg með dæmi um það, sko. Ekki nefna ekki neina skóla, en það er bara, við sjáum talsverðar breytingar eftir COVID og bara hvernig samfélag okkar er. Það er bara tímanlega sem eitthvað og þess vegna erum við að þessu verkefni líka. En núna erum við alveg að fara að falla tíma. Við getum haldið með svona geggjuðum umræðum eftir formulega dagskrá lýkur. Eftirfundir er nefnilega bestu fundin líka. Og líka kostur þess að mæta staðinn er að fá að vera með á eftirfundinum og eftirspjallinu. Er einhverja spurningar sem við getum svarað meðan að við erum með streymi í gangi? Eftir það er bara sjálfsagt að halda áfram umræður. Einhverja spurningar úr streymi? Ok, herðu, þá ætlum við bara að klára þetta með því að segja og endilega tjekkið á öllu þessu sem er á síðunni. Við kveðjum ykkur í streyminu og endilega komið og takið þátt í farsættarsáttmálum vinnunni sem er framöndan í haust og sú vinna fer ekki fram í streymi. Við þurfum öll að mæta á staðinn. Að lokum viljum við segja að þetta er hægt, við getum eflt samtakamátt foreldra, við erum öll að fara að vinna saman til að tryggja farsæld barnan ykkar. Takk hjá fyrir okkur. Takk fyrir. Við getum haldið áfram með umræðuna. Þá klippum við á streymið og þökkum fyrir þeim sem að horfðu í gegnum streymi. Erum við offline? Og þá getum við byrjað.